Vald forseta færist til handhafa forsetavalds með handabandi, segir forsetaembættið, og fylgd í Leifsstöð því nauðsynleg. Samkvæmt forsætisráðuneytinu færist valdið hins vegar sjálfkrafa. Flutningur á valdi forseta til handhafa forsetavalds fer fram með handabandi, segir í yfirlýsingu frá forsetaembættinu. Því sé nauðsynlegt að þeir fylgi forsetanum í Leifsstöð. Samkvæmt forsætisráðuneytinu færist valdið hins vegar sjálfkrafa til handhafana leið og forsetinn fer úr landi. Í yfirlýsingu frá skrifstofu forseta Íslands segir að málið snúist ekki hvort forseta fylgt á flugvöllin eða ekki, heldur hvernig valdið færist yfir til handhafana. Það gerist í formi handabands við brottför forseta, segir í yfirlýsingunni. Ekki hafi fundist annað form sem tryggi jafn vel að enginn vafi sé stað og stund. Þar til stjórnarskráni verði breytt eða haldbærar tillögur komi fram hvernig megi gera þetta með öruggum hætti, verði þessu ekki breytt. Það hins vegar svo að lögformleg tilfærsla forsetavaldsins frá forseta til handhafa forsetavalds ekki bundin við handaband. Sem dæmi, þegar forsetinn fer til útlanda í einkaerindum fær hann enga fylgd handhafa forsetavalds og ekkert handaband á sér stað. Samt sem áður færist valdið yfir til handhafana. Þá kemur fyrir að handhafar forsetavalds sjá sér ekki fært að fylgja forsetanum vegna anna og þá fer hann einfaldlega fylgdarlaus. Ekkert handaband en valdið færist yfir til handhafana. Samkvæmt upplýsingum frá forsætisráðuneytinu færist valdið frá forseta Íslands til handhafa forsetavalds sjálfkrafa þegar forsetinn yfirgefur landið. Upplýsingar nákvæma tímasetningu, brottfarar og komu í hverju tilviki miðlað frá skrifstofu forseta Íslands til ráðuneytisins. Forsætisráðuneytið auglýsir síðan brottfarir og komur forseta í stjórnartíðindum og lögbirtingablaðinu. Forseti Íslands gaf ekki kost á viðtali í dag til að skýra þetta nánar, né nokkur frá embætti hans.